Hérna ætlum við að skoða hvernig við bjóðum nemendum, gestum og kennurum utan EES svæðisins inn á TwinSpace. Nú, við byrjum á því að fara hérna inn á Edfinning.net, skrá okkur þar inn með okkar aðgangsorðum. Þá erum við komin inn á Edfinning Live, sem þessi félagsvefur, þetta skólasamfélag þar sem að kennarinn hefur sitt eigið svæði. Og til að komast inn á TwinSpace förum við hérna undir Projects, þar sem að þau verkefni sem við komum til að taka þátt í eru. Við ætlum í þetta verkefni sem heitir Nordic Literature og hér undir sjáðu að stendur TwinSpace. Við förum þangað. Nú, við ætlum að skoða þrennt hér inni. Fyrsta lagi hvernig við bjóðum inn nemendum, síðan hvernig við bjóðum inn gestum, það getur til dæmis verið foreldrar eða skólastjórnendur sem vilja skoða verkefnið. Og lokum ætlum við að skoða hvernig við bjóðum kennurum utan EES svæðisins, þess að kennurum sem get ekki tekið þátt í Edfinning beint, til dæmis frá Bandaríkjunum eða Japan eða einhverju öðru landi. En við byrjum á því að skoða hvernig við bjóðum nemendum inn. Við förum hérna inn í Members, þar sem listi við meðlimi verkefnisins, þar sem fyrir eru 3 kennarar og þar förum við í Invite Members og smellum þar á Pupils eða nemendur. Nú þá hérna annars vegar hægt að bjóða inn nemendum sem að þegar hafa aðgang að öðru TwinSpace svæði og hægt að setja þá inn þeirra notendanafn eða að búa til aðgang fyrir nýja nemendur og það er það sem við ætlum að gera. Sigurður Jónasson skulum við segja og við mælum með því að sleppa hér íslensku stöfunum til að bæta við fleirum ítum aður á plúsin og Sigríður Jónasdóttir og til að bæta við fleirum heldum aður áfram hérna með plúsin. Ef að nemendur eru mjög margir þá mælum við kannski með því að gera svona nokkra í einu. Þú veist þannig ef að tölvan skildi frjósa að þið tapið ekki á mikil vinnu. Nú þegar þetta er komið smellum við á Verify eða staðfesta og þá fáum við lista hér yfir nemendurna. Kerfið býr til notendanafnið sjálfkrafa úr eiginnöfnunum en við þurfum að búa til lykilorð. Og þá eru bara svona þessar vanalegu reglur með lykilorð að maður reynir að búa til þokkalega sterkt lykilorð sem er samt tiltölulega auðvelt að muna og það þarf að vera að minnsta kosti 6 stafir. Nú ég gerir nú bara eitthvað hérna því að við erum bara til sýnis og þið sjáuð að hérna undir ról eða réttindi þá eru nemendur sjálfkrafa það sem heitir member. Og það þýðir að þeir geta sett inn efni inn á svæðið, tekið þátt í tölvutorkum og spjallað, en þeir geta ekki breytt uppbyggingu, til dæmis eins og búið til síður. En ef við til dæmis gefum öðrum hérna stjórnendaréttindi eða administrator, segjum sem svo að við viljum gera einn nemanda eins konar umsjónamanni, kannski á hann að hjálpa aðstofa kennaran við að halda utanum síðu inn á svæðinu, að þá getum við gefið honum réttinn til þess og hann getur þá gert allt sem að hinn getur nema hann getur þá líka búið til síður og hjálpa til við uppbygginguna. Nú við smellum á Confirm eða staðfesta og skulum fara hérna aftur í listan yfir meðlimi og sjá að hér eru nemendurnir komnir inn. Og við getum breytt lykilorðum þeirra og við getum líka hérna eitt þeim út af listanum aftur. Nú eitt sem er mjög gagnlegt hérna er að við getum keyrt út lista yfir nemendurna sem við höfum boðið inn. Þá smellum við hérna á Export Invited Pupils og svo á Download og þá getum við hlaðið niður Excel-skjali með lista. Og við skulum aðeins kíkja á Excel-skjalið og þá sjáum við að það er með þessa nemendur hér sem við vorum að bjóða inn. Og maður getur vista þetta á tölvunni sinni og átt þetta yfirlit. En hvernig komast nemendurnir inn á svæðið? Nú við skulum fara inn tilbaka í Home og þá sjáum við hér að TwinSpace svæðið er með sína eigin slóð. Nemendurnir fá einfallega þessa slóð, skulum afrita hana og svo setja þau slóðina hér í vafran hjá sér
og einfallega skrá sig hérna inn, smella á login, skrá sig hér inn með sínum aðgangsorðum. Nú, svona bjóðum við inn nemendum, en hvernig býður maður inn gestum, til dæmis foreldrum eða skólastjórnendum eða öðrum sem við viljum sýna verkefnið. Skoðum það aðeins nánar. Nú, við förum eins hér í Members og í Invite Members og veljum þar Visitor eða gestir. Og þar það eins og með nemendurna við getum boðið inn gestum sem hafa aðgang að öðru TwinSpace svæði með því að setja inn þeirra notendanafn hér, eða við getum boðið inn sem sagt nýjum gestum. Og við ætlum að gera það. Jón Sigurðsson, og við mælum sömuleiðis með því að sleppa hér íslenskum stöfum. Við getum bætt við fleiri gestum hér með því þetta plusstakkan og síðan smellum við á Verify eða staðfesta. Og þá sjáum við að gesturinn hér og eins og með nemendurna þá þurfum við að búa til lykilorð, eitthvað sem gott að muna en samt örugt. Ég bý bara eitthvað til að ég að sýna þetta hér og síðan smellum við á staðfesta eða confirm. Og ólíkt nemendunum þá getur maður ekki búið til lista yfir sem sagt að keyrt út lista yfir gesti og þess vegna þarf maður að skrifa hjá sér sem sagt lykilorðið. Og ef við förum í meðlimalistan hér þá sjáum við að Jón Sigurðsson gestur komin hérna. Nú við getum búið til sem sagt breytt lykilorðin hans ef við teljum þörf á og eins eitt honum út af listanum. Að lokum ætlum við að skoða hvernig við bjóðum inn kennurum utan EES svæðisins, sem sagt kennurum sem geta ekki tekið beint þátt í Edfinning en geta samt verið þátttakendur á TwinSpace, til dæmis kennarar frá Bandaríkjunum eða öðrum löndum. Nú, samt fyrst skulum við skoða ef að þið eru með kennara sem að geta tekið þátt í Edfinning, sem sagt kennar á Evrópska efnahagssvæðinu, þá gerum maður það ekki hér. Það gerum við hérna inn á Edfinning Live og þið farið þá í Projects, finnið verkefnið og þar smellið á það sem heitir Add New Partners. Og það annað myndband hér á síðunni Edfinning Live sem sýnir hvernig maður býður Edfinning kennurum inn í verkefni. En það myndi maður gera þarna. Við erum sem sagt hérna inn á TwinSpace svæðinu og erum að bjóða inn sem sagt kennurum utan EES. Og þá förum við hérna í Members og við gerum Invite Members og förum þar í Teachers. Og þá þurfum við fyrst að finna landið og við ætlum að finna Bandaríkin, finnum þau hér og svo sláum við inn netfang, viðkomandi kennara og smellum á Verify. Og það sem gerist í kjölfarið að kennarinn fær þá tölvupóst, það sem slóð TwinSpace svæðisins og notendanafn og lykilorð til þess að skrá sig inn. Þannig að hann fær allar upplýsingar sem hann þarf og birtist síðan í listanum hér yfir meðlimi. Nú það svona sem að maður býður inn nemendum, gestum og kennurum utan EES inn á TwinSpace. Og við skulum aðeins í blálogin bara rifja upp hvernig þessir aðilar komast inn. Og ef þið smellið hér á Home inn á TwinSpace, þá sjáum þið að svæðið með sína einn slóð og þessir aðilar fá slóðina. Þeir setja slóðina í vafran hjá sér og síðan einfallega skráði sig inn með því að smella hér á login og nota notendanafn og lykilorð. Þá ættu þið að vera í stakk búin að bjóða nemendum og öðrum inn á TwinSpace svæðið. Gangi ykkur vel!